Það nú Egyptarnir. Hvað svona, hverju má búast við? Eru þeir mjög ólíkir Slóvenunum sem var spilað við síðast? Já, þeir spila kannski aðeins hægari, sóknarleik, stærri, sterkari, þyngri leikmenn, gera sína hluti rosalega vel og í raun bara mjög ólíku sóknarleiku þannig sé, byggja meir upp á kannski svona tveir á móti tveim, vinnu það sem tveir og tveir vinna saman meðan Slóvenarnir var meira maður á mann. Þannig að það er svona töluvert öðruvísi hlutir sem við þurfum að undirbúa okkur fyrir allavega í okkar vörn. Þannig að það er svona, já, skipta milli ólíkra liða á tveimur sólarhringum. Það verður það og það er nú bara fegurinn við heimsmeistaramótum að mætir alls konar útgáfur og útgáfum af handbolta og eins og segið, það er bara annar undirbúningur fyrir þennan leik og við bara tökumst á við það. Sú staða sem Egyptar í, hún þarf ekki að koma nokkrum á óvart því að þeir hafa mörgum undanfarnum árum verið með eitt allra fremsta lið í heimi. Já, búin að spila frábærlega og í raun finnst mér bara að vera betri og betri alltaf með hverju mótinu og það hefur kannski vantað bara örlítið til að kemast í topp 4. Dutt út í framlíkingu held ég á móti Spánverjunum og Ólympíuleikunum í sumar ekki 8 úrslitum og sem eru alveg geta farið áfram í það og hafa valdið svona stóru þjóðum eins og Egyptum, Frökkum, Dönum, gert þeim rosalega erfitt fyrir í öllum leikjum sem það spila á móti en þannig að við sáum líka bara á móti Króatum hverslags lið þetta sem við erum að mæta. Þetta er rosalega gott lið með góða einstaklinga sem kannski fólk þekki kannski ekkert alla leikmenn aðna, margir eru að spila bara í Egyptalandi og í frábæru liði þar og þannig að þetta er kannski lið sem fólk þekkir ekkert allt og vel og okkar leikmenn kannski ekki spila allt og ofta á móti mörgum af þessum leikmönnum, náttúrulega einhverja af þeim í meistaradeildinni og svoleiðis en þetta verður bara mjög gaman að fá að kljást við þá og hvernig við getum átta okkur við þá. Þetta er mikið skipulegra og öflugra lið heldur hin Afríkuríkin sem íslenska landslið hefur spilað við á síðustu árum svo Marokkó, Alsír, Túnis svo dæmi sem tekið. Já, allt annað og hef bara verið það síðustu ár eftir búin að vera með spænska þjálfara í 3 mismunandi spænska þjálfara núna í röð og þeir eru þekktir fyrir sína taktík og þeir spila mikið eins og Spánverjar oft spila og frábær handbolti þegar vel til tekst og upp á síðkastið hafa verið frábærir og það verður bara verðugt verkefni, alveg pottet og varnarlega eru þeir líka bara öflugir, geta bæði spila svona aggressíva vörn og svo aðra útgáfa sem aðeins flatari, þannig að við höfum nóg að undirbúa og spjallum við strákana fyrir leikinn. En einnig nóg af vopnum? Já, nóg af vopnum og við náttúrulega líka skoðum hvað mátti betur fara í svona slónarleik svo við séum en þó öruggari með sjálf okkur á morgun. Já. Og svo má ekki gleyma þeir markmanninum Muhammad Ali sem náttúrulega mjög öflugur og gerði Króatum skráveifu. Já, hann var frábær á móti Króatum, átti frábær Ólympíuleika líka og búinn að vera mjög góð með landsliðinu síðustu mótum og orðið þekkjur nú vel, spila með honum í Sporting og vonandi á hann einhverja lausnir fyrir okkur líka.